Ungi flugmaðurinn frá Icelandair, hjá Icelandair. Ég að taka mitt eigið líf því ég treysti mér ekki til að lifa lengur. Skelfilegt mál. Og hann var, hvað var hann gamall þegar hann lést? Að 28 ára. Tók eigið líf. Það er stærsta dánarorsökin hjá ungum karlmönnum er sjálfsvíg. Langstærsta. Og við ætlum aðeins að kíkja hérna á þessa sögu. Hún er svolítið, þetta er þungulöstur. Í kvöldfréttatíma Stöðvar 2 í kvöld var greint frá örlögum ungs flugmanns hjá Icelandair, en málið hefur strax vakið mikinn óhug hjá almenningi. Vísir greindi frá því að Sólon Guðmundsson hafi verið 28 ára þegar hann lést 25. ágúst síðastliðinn. Hann hafði þá starfað sem flugmaður hjá Icelandair í 6 ár. Í apríl síðastliðnum lagði Sólon fram kvörtun til mannauðsdeildar Icelandair vegna eineltis, sem hann taldi sig hafa orðið fyrir af hálfu 2 samstarfskvenna. Greint var frá því í fréttinni að hið meinta einelti hafi einkum falist í einhliða frásögnum kvennanna af stuttu sambandi Sólons við aðra þeirra. Icelandair er að lokum sagt hafa slegið eineltiskvörtunina út af borðinu þar sem ekki væri hægt að meina konunni að tjá sig sína upplifun. Síðan hafi Sólon verið kallaður á fund mannauðsdeildar Icelandair þar sem hafi verið tjáð að konurnar bæru fram nýjar ásakanir á hendur honum. Þann 23. ágúst, daginn eftir fundinn, sagði Sólon upp störfum hjá Icelandair í tölvupósti. 2 dögum síðar fannst hann látinn. Fjölskylda Sólons hefur nú lagt fram beiðni til lögreglu að andlát hans verði rannsakað þar sem hann féll fyrir eigin hendi eftir að umrædd mál tengd honum voru tekin fyrir innan fyrirtækisins. Fjölskylda hans telur mörgum spurningum enn ósvarað í málinu og að mikla brotalamir hafi verið á málsmeðferðinni innan Icelandair. MeToo-byltingin gengið allt of langt. Hödd Vilhjálmsdóttir, talsmaður fjölskyldunar, segir í pistli á Facebook í kvöld að MeToo-byltingin hafi verið góð að mörgu leyti en að mál Sólons hafi gengið allt of langt. Þegar menn sjá líf sitt þannig að ef þeir lenda í aðstæðum á móti konum þar sem orð er á móti orði, eigi þeir aldrei séns. Það hlýtur að vera markmiðið að öllum líði vel. Ég fæ ekki séð að við komum betri drengjum til manns ef þau fá þau skilaboð að þeir séu alltaf álitnir gerendur í öllum aðstæðum. Segir Hödd og bætir því við að hún telji samfélagið þurfa að viðurkenna að til séu bæði góðar konur og góðir karlmenn, en svo séu skemmd epli inn á milli og stundum taki fólk vondar ákvarðanir. Sólon Guðmundsson var 28 ára, engin ákæra, engin kæra, engin kvörtun, nema kvörtun í blá lokið þegar búið var að gefa grænt á að slúðra hann eins og hvern listi. Að lokum birtir Hödd hluta úr kveðjubréfi Sólon sem var svo hljóðandi. Ég er ekki að taka mitt eigið líf því ég veit upp á mig sökina og skammast mín. Ég er að taka mitt eigið líf því ég treysti mér ekki til að lifa lengur og þegar maður hefur ekki vonina né viljan þá er vonlaust að halda áfram. Mér langar ekki að deyja en ég held að þetta myndi alltaf koma í veg fyrir að ég gæti átt lífið sem mig langar. Ég vona eitthvað gott komi úr andláti mínu því lífið var víst til lítils. Takk fyrir hjálpina. Þetta Jesus. Það augnablik. Mér finnst pínu erfitt að lesa þetta. Við skulum ekki gleyma því að það er ekki langt síðan að maður var hrakinn til sjálfsvígs sem að starfaði innan íþróttadeildar HK af fólki sem að laug upp á hann og enginn vildi koma fram undir nafni og megi það fólk hafa ævarandi skömm fyrir. Maðurinn var algjörlega saklaus að því sem var ásakaður hann bara var ekki að setja syni ákveðna aðila í byrjunarlið og þá var farið fram með honum með ógeðslegum sögum sem að reyndist engin fótur vera fyrir. Og það eru margir sem hafa verið í þessum aðstæðum og þetta er ekki rangt sem að Hödd segir að þegar menn sjá líf sitt þannig að þeir lenda í aðstæðum á móti konum þar sem orð er á móti orði, eigi þeir aldrei séns. Þetta ýtti þáverandi dómsmálaráðherra Áslaug Arna undir þegar hún kom fram í myndbandinu Ég trúi, þar sem að alls konar legalaupar voru staddir í því myndbandi. Hún sagði það bara, hún trúir fólki sem að segja svona, þrátt fyrir að jafnmarga konur séu hálfvitar eins og kallar.
Og MeToo-byltingin, hún byrjaði á lygi. Hún byrjaði á þegar Ólöf Tara laug upp á Sölva Tryggvason að hann væri gerandi í máli sem að annar aðili hefur játað og verið dæmdur fyrir. Hann þurfti að flýja land í kjölfarið, hann var mjög nálægt í að taka eigið líf í kjölfarið. Hún laug þessu, hún hefur aldrei beðist afsökunar að því, hún har aldrei viðurkennt það, hvorki hún eða neinn annar sem að tóku þátt í þessari herferð gegn Sölva sem stóð ekki, sem annar maður var dæmdur fyrir. Það hefur engin afsökunarbeiðni komið frá þeim, það hefur hefur ekki einu sinni verið viðurkennt að þar hafi kannski farið aðeins og geist, og þetta það sem að starta þessu öllu saman. Þetta það sem starta þessari nýju MeToo-byltingu, þetta það sem hefur litað hana allan tíman, og þarna þrátt fyrir að það hafi fullt af þolendum sem að hafi sé að segja sannleikann, þá var þarna líka ógeðslegir ofbeldismenn og ofbeldiskonur komið fram og nýtt sér þennan farveg til að koma höggi á aðila sem líkar ekki við. Óttar Proppé, fyrrverandi þingmaður Vinstri grænna, hann neyddist til að segja sig frá því að fara í framboð aftur, og það var sagt málað upp sem óviðeigandi framkoma við konum. Og Óttar Proppé, þrátt fyrir að mér finnst hann hálfgert skítseið á tækifæri sinni, það allt annað mál, þá var hann ekki sekur neitt ofbeldi gegn konum, heldur var hann átt hann í einhverju bólfélaga sambandi við konu innan hópsins, og þegar að hann vildi ekki meira eða sagði henni upp, ég veit ekki hvort það var, að þá fór hún og kvartaði. Það var tekið fyrir á einhverjum siðgæðisnefndarfundi eða eitthvað hjá Vinstri grænum, og niðurstaðan var svo að Óttar þurfti að segja sig burtu frá þessu. Sjá hennan gæja, flugmaður, bara gullmyndalegu gæi sem að var í sambandi, einhvers konar sambandi með annarri þeirra, og reynda kvarta til mannauðsdeildarinnar yfir því að það væri verið að gera eitthvað, og þá þegar búið að gefa þeim leyfi til að slúðra mann, að þá virðast þær fara að leggja fram einhverjar kvartanir eða eitthvað, eins og þarna tekið fram. Hvar segir hún? Já, það ekki hægt að banna konuna að tjá sig sína upplifun, en hún segir hérna: engin ákæra, engin kæra, engin kvörtun, nema kvörtun í blálokið, þegar var búið að gefa grænt á slúðraði manni svo kvellisti. Ég held að sé bara komin tími til að viðurkenna að það séu svakalegar ofbeldiskonur þarna inn á milli, sem að nýta sér það að það búið að gefa, að það hópur með risastór áhrif sem að berst fyrir því að öllum konum sé trúað, alveg sama hvað. Og vondu eplin eyðileggja fyrir öllum, vondu eplin nýta sér það. Vondu eplin komu fram í skjóli Áslaugar Örnu, þáverandi dómsmálaráðherra, þegar hún sagði ég trúi. Þau koma fram í skjóli alls þessi nefnda öfgáð þeirra þegar þau lugu blákalt upp á Sölva Tryggvason. Hafa aldrei beðist afsökunar að því, munu aldrei gera. Þannig að það bara verið að segja, það í lagi að ljúga upp á fólk svona ógeðslegum hlutum sem verða til þess að þið taki jafnvel sitt eigið líf, svo lengi sem þú náir einhverjum. Það ekki í lagi.